Ásdís Olsen heiti ég og ætla að bjóða þér í hugleiðslu sem er undirbúningur fyrir dáleiðslunámskeið með Ásdís og Söru. Og í þessari hugleiðslu þá ætlum við að leggja áherslu á að upplifa það sem er í boði innra með okkur hér og nú. Vera svolítið með okkur, hlusta á okkur og gefa huganum aðeins frí. Og við ætlum aðeins að fjalla um það hvernig við erum venjulega á valdi hugsan okkar og hvernig við höfum jafnvel haldið að við værum hugsanir okkar og hvað það er mikil opinberun fyrir okkur þegar við áttum okkur á því að við getum fært athyglina að skynjun okkar og fylgst með hugsunum okkar, hvernig við getum jafnvel valið að taka mark á hugsunum okkar eða ekki, valið að vera með þeim eða halda okkur frá þeim og jafnvel að velja hugsanir sem við viljum dvelja við og viljum rækta hjá okkur. Þannig að í þessari fyrstu hugleiðslu þá ætlum við að æfa okkur í því að hafa athyglina þar sem við viljum hafa hana og geta svolítið fylgst með því hvað hugurinn hefur að bjóða okkur. Aðeins að fá svona fjarlægð á hugan, aðeins að ná stjórn á huganum. Og við ætlum að byrja á því að finna þægilega stöðu fyrir hugleiðsluna, finna okkur í uppréttri stöðu þar sem að bakið er beint, þar sem við setjum brjóstið aðeins fram og teygjum aðeins hnakkann upp að aftan. Ímyndum okkur jafnvel að þessi togaði nokkur hár á hvirflinum til þess að lengja okkur aðeins. Og við finnum fyrir undirlaginu. Annaðhvort erum við með krosslagða fætur eða með fæturnar á gólfinu þannig að við finnum fyrir jörðinu undir okkur, skynjum jarðsambandið, skynjum aðeins þessa tengingu við jörðina, finnum hvernig jörðin togar okkur til sín með aðdráttaraflinu, hvernig við skynjum þrýstinginn þar sem að þunginn er mestur. Hvernig við getum bara treyst undirlaginu til þess að styðja við okkur og gefið eftir. Gefið eftir í lærunum og rassinum. Gefið eftir í maganum. Gefið eftir í herðunum, hnakkanum, enninu. Slakað á vöðvunum í kringum augun. Slakað á augnlokunum. Fundið titringinn í augnlokunum. Hvernig augnlokin er eins og límd aftur. Hvernig við getum skynjað svæðið í kringum augun, slakað á og hvernig við getum jafnvel fært augasteinana eins og þeir horfi upp og haldið samt augnlokunum aftur. Beint augasteinunum niður eins og við séum að horfa inn á við. Beina sjónum okkar að því sem er innra með okkur. Tengja við þessa innri skynjun. Finnum fyrir andardrættinum, hvernig brjóstið bifast. Skulum halda athyglinni við andardráttinn í smá stund.
Beina athyglinni kannski að nefbroddinum þar sem loftið kemur inn um nefið og fyrir út um nefið. Við erum að skynja andardráttinn. Við erum ekki að hugsa um andardráttinn, við erum að finna andardráttinn. Vertu svolítið forvitin skynjun þína, hvernig loftið er viðkomu, hvernig þú getur fundið miklu meira en þú tekur venjulega eftir. Andardrátturinn sem er alltaf í gangi og þú gefur lítinn gaum. Hann getur orðið dýrmætt akkeri til þess að tengjast sjálfri þér eða sjálfum þér. Þú skynjar snertinguna við loftið, hvernig loftið strýkst við nasavængina, hvernig loftið er viðkomu, hvernig loftið hreyfir við bifhárunum í nefinu, hvernig loftið hlýnar á leiðinni niður, hvernig brjóstið bifast með hverjum andardrætti. Og þú tekur jafnvel eftir því hvernig hugurinn kallar á athygli þína og vill fá þig með sér á flakk. Hugurinn hefur tilhneigingu til þess að vilja velta fyrir sér því sem er liðið eða því sem á eftir að gerast eða flokka, meta, greina. Hugurinn er óskaplega duglegur og við nálgumst hann með virðingu og þakklæti. En jafnframt getum við valið að svona halda honum í smá fjarlægð og segja já, nei, ég ætla ekki að fara með þér á þetta flakk, ég ætla að fara með athyglina aftur að andardrættinum í vinsemd og sátt. Vertu svolítið forvitin hvernig þetta gerist hjá þér, hvort þú getur tekið eftir því þegar að hugurinn nær athygli þinni, eins og þú sért að fylgjast með því utanfrá. Í þessari yfirmeðvitund sem við öðlumst í hugleiðslunni, þar sem við getum svona eins og fylgst með okkur. Án þess að vera á valdi hugsananna getum við fylgst með þeim. Við getum valið að beina athyglinni að andardrættinum aftur og aftur. Og núna ætlum við að telja nokkra andardrætti. Við ætlum að skoða hvað við getum haldið athyglinni lengi við andardráttinn án þess að komi hugsanir. Og byrjaðu núna að telja. Og þegar þú tekur eftir því að hugurinn nær athygli þinni þá bara fagnar því að hafa tekið eftir því. Það er í rauninni sigur að vera komið með þá meðvitund að þú sért að hugsa eða ekki hugsa og geta valið að hugsa ekki heldur bara að skynja og aftur beinir athyglinni að andardrættinum og byrjar að telja.
Og vertu svolítið forvitin hvernig þetta gerist hjá þér, hvernig þú getur jafnvel velt fyrir þér hvort að þetta sé hugsun, hvort að það að telja sé hugsun, hvernig þú getur hugsað á mörgum plönum og svo hvað það er mikill léttir að geta bara sleppt allri hugsun og beint athyglinni að andardrættinum og við skulum gefa okkur aftur smá stund þar sem við erum bara með andardrættinum á þess að telja eða hugsa. Bara finna þig. Og hérna í lokinu ætlum við að setja hægri höndina á vinstra brjóstið við hjartað. Við ætlum að þrýsta svolítið lófanum hérna upp að brjóstinu vinstra megin og athuga hvort við getum skynjað hjartað slá, hvort við getum skynjað hjartað inn í brjóstinu. Hvort við getum fundið fyrir því, séð það fyrir okkur hjartað slá í brjóstinu. Hvort við getum fundið hlýju, hvort við getum fundið eitthvað. Án þess að hugsa, meta eða dæma. Bara vera með þessu, allt er eins og það á að vera og þú ert alveg eins og þú átt að vera með þína sögu og forsendur. Og þú ert að vinna stórkostlegt afrek að gefa þér tíma og svigrúm til þess að tengja inn á við sjálfan þig. Skynja og upplifa það sem er í boði innra með þér. Og við ætlum að gefa okkur svona sjálfsvinsemd í lokin þar sem við segjum við okkur sjálf ég samþykki mig eins og ég er. Ég er ánægð með að hafa tengt hérna við sjálfan mig. Ég finn hlýju í eigin garð. Og leyfðu þér að vera smástund með tilfinningunni sem þú finnur. Og þú getur setið áfram ef að þú hefur tíma og löngun til. En ég ætla að kveðja þig og heyrumst síðar.